Hlaðfréttir í boði Ormsson, þvottavél og þurrkarar. Það er best hjá Ormsson. Við elskum líka kjörís, mjúkís, pinnandi maður, og pólísinn. Krakkarnir elska þetta. Hvað þá þegar maður er í útilegu? Hvar er betra að versla en hjá Bónus? Besta verðið og Bónus eru víða. Já, þeir eru víða, líka út á landi. Þannig að verslum alltaf við Bónus. Atlandsolía, veljið ykkar dælustöð. Það skiptir máli, það fáið bensínið ódýrar. Bensínið hjá Atlandsolíu er líka alltaf lang best. Ef ykkur vantar gluggatjöld og alvöru þjónustu, þá talið við Móðins gluggatjöld. Ég er sjálfur með myrkurnargardínur frá þeim og þetta er svo mikil snilld. Komið sæl, velkomin í útilegu með hlaðfréttum. Hér fyrir aftan okkur eru tjöld sem að Víkuverk er að láta okkur hafa og við tjöldum þeim í gær. Og fyrir mann sem er ekki handlaginn, þú ert reyndar handlaginn, þetta var ekkert mál. En ég er samt, mér finnst annað að vera handlaginn og eitt að bara vanir útilegum. Já, samanlega, að því að, þú veist, þú tekur bara upp eitthvað tjald og bara hvað ég gera. En þú þurftir enga leiðbeiningar á þetta tjald. Nei. Það er bara pumpa og búið. Ég veit það, bara 4 stöðum eitthvað, það er bara Pump, 5 sinni jafnvel. Og þá er þetta komið upp og er bara reisast tjald, hvað var að segja þetta sé í fermetrum? Þetta er 30. Já, eitthvað svo leiðis. Svo ertu með svona forrými, svo miðrými, hvað það heitir, og svo svefn álmuna. Og við erum með báðir 5 manna fjölskyldur og þetta rúmar okkur bara vel. Já, það heldur betur. Við ég ætla að opna hérna. Klukkan á 11. Eitt fúleg. 9 túlegin. Hvað með almáttu, hvað hann er góður? Já, ég kannski bara joina það í þessu. Við erum alltaf búinir að grýta kókopöss í alla fjölskylduna. Ég var að fá með einu skál líka. Já. Ég fekk með 2, ég ætla ekki að ljúga. Ég fekk aldrei kókopöss sem barn nema bara jólunum og eitthvað svona. En ég fekk það í útilegum. Já. Þannig að þetta er bara sumarstemningin líka. Maður sé líka á tjöldunum í kring að það er margir með kókopöss sko. Og túli, það var næsta, það fjölskyldaðan á endanum sem er með túli. Þetta gömlu típuna, af því að þau var kannski bara 8 ára. Já, ekki líka. Já. En já, tjöldin eru geggjuð og góðar álmur og Víkuverk að standa sér þvílíkt vel í þessu sko. Já, hann að tjekkja á Víkuverk og kaupið svona tjald fyrir sumari. Guð minn almátur, hvað þetta er næs. Já, mér fannst sko að því að nú mættu við fyrst á þetta tjaldsvæði. Við erum sem sagt rétt hjá Kirkjubæjarklaustri, við erum hjá Stjórnarfossi. Þetta er ekkert eðlilega fallegt, við bara heyrum í fossinum og þetta er svona tiltölulega lítið tjaldsvæði. Það er ekki mikið svona umferð og þau komið hérna. Þá finnst mér erfiðast til hlutin byrja, það er að velja svæði. Það meina hvar þú tjaldar tjaldinu? Já, þú vilt eitthvað svona, já, ég vil ekki vera nálægt fólki, ég vil samt vera í sólinni, samt í skjóli. Mér finnst þetta að vera mjög erfitt, sko. Já, ég alltaf fór eina pröfu útilegu án ykkar fyrir 2 vikum og keifti eftir pröfu útilegu Kælibox, Primus, hleðslubanka og svona drast sem ég vantaði í þeirri útilegu. Já. En núna er eitt sem ég ætla að kaupa eftir þessu útilegu. Hvað er það? Og það er svona tjaldtæla hamar, svona pom. Já. Því það er heldur sandur eða eitthvað í jörðinu hérna. Það var alveg mest að vinna að koma tjaldtælunum niður. Þannig að ég hvet ykkur, þið sem eru á leiðinu útilegu, verið með svona hamar til reiðu, svona mjúkan, svona gummihamar eða hvað þetta heitir. Já, sko, það er sko, maður hefði átt að vita þetta. Við erum að fara hérna á Kirkjubæjarklaustur, það sem eru bara sandar. Að það sé sandur, svona harður sandur. Það er eitthvað alvita, þessu sandar hér. Í Suðurlandinu, þetta er bara svona gamalt svona gosbelti og flóðabelti. Ég vissi þetta ekki fyrir Ég er búið að flæði yfir allt. Já, ég vissi ekki fyrir að smá vindur ég afsaki það. Já, þú þurfi ekki að setja sokk á mækinn. Nei. Þetta dugar. Já. Nei, hann er líka með okkur vinnur okkar sem er ekki með svona flott tjald eins og við og við vorum að hjálpa honum í gær og vorum 3 að setja einhver stangir saman og beygja þetta og reyna að finna út úr þessu. Algjör viðbjóður. Þá hugsaði ég, hvað er næs að vera á tjaldinu sem við erum á. Hugsaði það ekki líka? Jú. Mér finnst sko þegar það tók, ég var nú að tjalda þessu fyrsta skipti, ég ætla ekki að plata, það tók mig hálftíma. Ok. En þegar vorum að hjálpa honum með stanginur á vesinni, þetta var klukkutíma misjón. Já, 3 fullorðnir menn. Þannig að ég myndi að því ég er búin að tjalda þessu tjaldi hérna sem er fyrir aftan okkur 7 sinnum, þá er ég 10 mínútur að því. Já, pottið sko. Bara eina vinnan er bara að setja niður að hæla, það er bara eina vinnan, þetta er ekki neitt. En ertu ekki sammálaði með sko að finna svona stað, að ég vil ekki klúðra því. Nei. Að ég vil líka með fleira fólki hérna og ég vildi passa upp á ykkur. Já. Og ég hugsaði svona, ég vil ekki klúðra þessu sko, að velja lélegan stað. Þetta er bara mjög vel valið. En það var fólk búið að taka góðu staðina hérna. Já. Og sem að það er alltaf sól hjá þeim.
en sólin hjá okkur fer svona 7. Já, stökktinn og náði sokka byrtu eða eitthvað og setti Já, ok. Við ætlum ekki að pása. Segðu þá frá því hvað þetta er gott nammi, það er nýja nammi. Ég veit það, nýja nammi frá Nova Sirius sem hlaupringir með berjabragði. Ég náttúrulega mikill hlaupringja kall, sko. Þetta har alltaf verið mínur uppáhaldsringir, hafa verið þessi ringir frá þeim, þessi ópalringir. Þetta er nýja nammi maður, þetta grínur, sko, þú veit. Takið það með í útileguna. Ég náttúrulega ekki alveg upp við það að vera í útilegum, þannig að þetta allt frekar nýtt fyrir mér. Ég svona ennþá átta með því, Benni, þú kannski heyrir í mér. Ég var að laga hérna. Já. Ég skal alveg vera heiðarlegur, sko. Ég ennþá átta með því, sko, að fólk getur verið svo heldtekið af útilegum, sko. Já, það er rétt. Og ég hugsaði seinast og ég hugsaði núna, fyrir utan tjaldi hvað það er næs, og við erum að gleyma náttúrulega að tala sko, iPhone-in sem að taka okkur upp. Hann er á ferða Weber-grilli sem hefur heldur betur bjargað okkur. Já, en það er svona, er þetta næs? Útilega? Er þetta næs? Sko, akkurat núna er þetta næs, ég myndi segja það. Það er sól, að vísu smá vindur, en þá er enga flugur. Fyndi að tala í sokkabyrtu, bara með hælinn á niður. Þetta er þetta magniðu sokkar. Já, ok. Jú, þetta er næs, en ég verð nú að viðurkenna. Ef við förum aðeins yfir bara fyrstu nóttina. Hún var alveg challenge. Koma börnunum niður, þau hafa aldrei sofið í tjaldi og þau eru að hlusta á hljóðin. Hvar er Eysteinn? Er hann úti? Þú veist, hann var bara í tjaldinu við hliðina og hvað er hann að segja og hlusta á hann þannig að þú er rosalega lengi svona. Ég myndi lýsa svona minni upplifun að þetta er svona álag moment. Þá er ég meina moment er sem, við erum að grilla hérna, ferðagrilli frá Weber og allir eru hamingjusamir. Eða moment, opnum túli, moment, labba þessu helst fossarna, moment. En inn á milli er þetta bara babbi, hvað er þetta, babbi, hvað er heitt, ég vil ekki vera að sofa, ég vil heitt, ég vil kalt, ég vil ekki Svo náttúrulega gleymdu við hérna Föðurlandi á Birtu, miðjubarnið. Ég gleymdi því. Það er ekki gott að gleyma Föðurlandi, af því að hún vaknaði klukkan 2 í nótt. Mér er kalt! Já, það er álega. Og það er rosalega vel að heyra barnið þitt segja þetta. Og maður heldur að hún sé að deyja úr kulda. Nei, það þarf meira til en held ég Ég veit það, sko. Ég tek svona til orða. Já. En hún ég bara hjúfraði mig upp að henni og setta hann á húu og þá var hún góð. Já, en veistu ekki hvað ég var að tala áðan hérna með að það eru sumir sem bara elska þetta, fara bara ár til ár, eru aldrei upp í útilegum, get ekki beðið eftir að tjalda eða taka með sér fellísi eða hvað þetta heitir allt. Já. Ég á eftir að finna töfrana, sko. Já. Ég set stundum eins og núna hérna, hvað er að gera? Hvað er að gera? Hvað ætlum að gera? Í dag? Ég bara eitthvað? Skoða fossinn. Ok, ég skoða hann í gær. Kíkja á klaustrið. Fara í kubb. Nú eru nágrannar okkar inn í kubb. Já, þetta er svona stemning á þeim, að þeir eru ekki með lítið börn. Þetta er svona afslappelsið. Já, ég var líka að segja við sko, eitthvað svona, en þú varst kannski ekki alveg sammála með því við erum svona nýri í þessu og það er ekkert brjálæðislega mikið svona dúlleri, skilur við. Eins og það að hrista í kokteila eða vera með eitthvað svona búna sem að dúllast í, setja upp eitthvað eldhús og eitthvað svona. Já. Maður setur þetta svolítið upp með hraði, eigum lítið börn. Já, við erum með lítið börn. En ég held að þegar framlíða stundir, að þá verður maður bara betri og muni sko samþykja þetta og finnast þetta geðveikt sko. En mér finnst gaman núna. Já, þetta er mjög góð leið til að skoða landið. Ég sæti ekkert inn að núna vera foss eða væri ekki fyrir þetta tjald og víkuverk, sko. Þá væri ég bara á einhverju hóteli eða bara heima að mér. Þetta er alltaf bara forréttindi. Maður lærir á landið, það er alveg rétt, sko. Yfirleitt fer ég bara austur og er bara þar allt sumarið og bara kemur svo aftur heim og bara ég sé ekkert hvað er á milli Reykjavíkur og Eskifjarðar. Nei, einmitt. Þannig að ég held ég sé fyrst að skipta að stoppa hérna eitthvað og taka þetta inn og eitthvað, hvað er þetta? Þetta er næst. Já, þú veist, og svo það maður nú kannski að setja sig inn í söguna. Kirkjubæðaklaustur, eitthvað svona, segja eitthvað þjóðsögu fyrir börnin og svona. Það pottið eitthvað munkadót. Ég var alltaf munkadót. Sá að var einhver staður þarna hliðina sem heitir munkakaffi, geta það verið, munkahótel, það er eitthvað munka. Hér var klaustur, ég er svo sem ekki vel að mér, ég var eftir að skoða söguna, svo ætlum ég að fara yfir þetta. Því við glemdum líka sko bókum fyrir börnin að lesa á kvöldin. Þannig að ég ætla að fara bara á einhverja síðu og finna munkasögur.
Eru það creepy sögur eða er það bara svona gleðisögur? Einhver munkar sem kom inn fyrir 1000 árum og voru eitthvað munkast, það er alveg creepy. Trúir þú því að munkarnir hafa verið á undan víkingunum? Já, af hverju ekki? Ég bara, hvað voru að gera hérna? Voru þið bara eitthvað munkast og biðja, þeir ljóta þurft að veiða og elda eitthvað og gera eitthvað og græja, það getur ekki bara verið eitthvað að munkast. Hvernig hendur upp bara einhverju kirkju eða þú hlýtur að vera með eitthvað kindur og eitthvað dót. Já, þeir voru kemur ekki bara hinga og eftir eitthvað halleluja, ég er munkur. Nei, en mér grunar að þeir hafi bara verið skilur venjulegir menn eða bara munkar. Og já, þeir hljóta að hafa komið inn á einhverjum bátur sem sildi með þeim hinga og það var vesen. Einhver munkur dó á leiðinni og svo lendaður hér og þetta er bara kallmenn, bara kallkyns munkar. Það er 90% líkur að einhver hét Benedikt. Mjög góð líkur. Bara 100% engin sitt fannar. Nei, það er of nýtt nafn sko. Það var engin kona með þeim og krakkar og samfélag og það hlýtur að vera sko, það bara fjölgaði sér ekki. Það komið bara 20 gaurar hérna, byggu til eitthvað kirkjubæklustur og eitthvað munkasett og svo dóður bara út af þegar var engin kona og það gáði ekkert fjölgað sér eða. Svo kom Ingólfur einhverju setna og það bara dauðir munkar út allt og hvað gerist hér? Já, fullt að, nú fíkur allt maður. Það var dauðir munkar út allt maður og Ingólfur mætir og allt í vesinni og hann þarf að tínum alltaf dauðir munkana og grafa þá og það er vesen og já, það halda margir náttúrulega að hella, það eru fullt af hellum skiluru og það sé munka dæmi og það eru munka fornleifar og eitthvað en það var aldrei fundist munkar skilur bein af munkum. Ég fara að hallast að þetta hafi ekki gerst. Það kom ekkert einhverju munkar hérna og hvað voru þeir að gera? Ég er nefnilega með tilgátu að þeir hafi komið hérna undan en síðan var þeim útrýmt sko af bara náttúruöflum þú veist bara eldgosum bara allt og þú finnur ekkert einhver bein undir einhverju hrauni sko það er enginn að grafa eftir því. Heldur einhver munkar hafi dáið úr eldgosi? Já, bara einhverjum sko náttúruhamförum. Og hvað heldur þetta hafi verið margir munkar? Ég held að það hafi verið svona 100 manna samfélag. Þannig 100 munkar komið með einhverju skipi og voru eitthvað, halleluja og allt kallmenn. Nei, bara alls konar, konur og... Já, það þarf að fjölga sér. Þannig að kom samfélag af munkum. Já. Það var engin sverð eða neitt, þetta var bara svona saklusi munkar og skipi sem komið hingað. Þeir hljóta að vera með eitthvað til að verja sig. Ok, eitthvað smá. Spjót. Eitt spjót. Koma hingað, svo bara kemur eitthvað eldgós og þeir eitthvað, nei. Ég held að þetta hefði verið svona mjög óvænt. Þetta eldgósi fór ekki yfir kannski heimilega, þeir voru öll að fara eitthvað upp að jökli í eitthvað svona gathering. Þá kemur eldgós á mjög vondum tíma og útrýmir öllum. Heldur að fólk á þessum tíma eru mikið að fara einhver gathering? Þú fannst þér ekki bara einhvern stað og varst það eitthvað? Helgi aðtöfn, einhver staðar. Tyggja eitthvað gras og við seli og nú eru einhver að hlæja okkur, við vitum ekkert þetta sko. Munkadót, en þetta er nú vil ég kynnast í og geta sagt börnunum mínum frá munkonum sem voru hérna við Stjórnarfoss. En hvernig veit þetta einhver? Hvað skildu munkanir eftir bara einhverja bók? Við fórum hér upp að þessum foss og lalala og svo var gathering upp á jökli en þá kom eldgos og svo voru döðir bless. Já. Er bara grafin upp einhver munkur og munkanir voru undan Ingólfi. Já, en meina Kirkjubæjarklaustur það var klaustur, kannski voru bara nunnur á Kirkjubæjarklaustri, kannski voru ekki munkar. Ég vil að við hættum þessari umræðu og ég reyna að afla með þekkingar áður en ég fer að bulla eitthvað munka yfir þig. Ég held ég búin að munka ómikið yfir mig. Ég var líka á leiðin hingað því að krakkandi mínir eðlilega vita ekki mikið landið þannig ég var alltaf svona að ljúga þeim hvað eitthvað hét en nú er að fara við Baldursbrú hver er Baldur? Svo bjóði til sögu kringum hennar Baldur og svo bentið á okkur fjöll og einhverja jökla og ég bjó bara til nöfn á þessa jökla og þessi fjöll og svona. Já, sniðugt. En ég vaknaði samt með svona pínu samanskupið að vera að bulla svona í þeim. En heldur þetta að sitja eitthvað eftir í þeim að þegar þú förum tilbaka þá nefnaðu þarna Baldursfjall? Baldursbrú, eða hvað það sagir? Það er eitthvað brú hérna rétt árum kemur að Kirkjubæjarklaustri sem er svo brúin í San Francisco. Já. Ég skýrði hana Baldursbrú. Þannig að nú eru krakkandi mínir með vittlausa vitneskju landið. Já, ég Þú ert fínn í þessu þegar við að keyra. Það bendir okkur jökul og þetta er Hofsjökull og hann er undan honum verið Sólheimafjöll og... Ekki kannski alveg, ég er mjög lélegur á þessu svæði af því að ég fór basically aldrei lengra en sko Kolsvöllur sem barn eiginlega. Ég var bara aldrei hér. Þannig að ég er að upplega mjög nýja hluti. Þess vegna þarf ég að kynna mér þetta betur sko en mér dettur ekki í hug að ljúga samt að þeim.
Nei, það er ljótt. Það ruglar í þeim sko. Það er ljótt sko. Sem skrítið að því að mamma mín mjög vel að sér í svona staðháttum og hvert maður á að fara og hvað hlutir heita og hún getur pottitt frætt okkur þessa munka sko. Og hún þekkir hana Foss alveg og bara... Stjórnarfossin. En hún var alveg uppið það að fara í tjaldferðalög. En svo kynnist hún pappa mínum, Svenna, hann er hótelkall. Hótelkall. Hann vill ekki sjá þetta sko. Nei. Þannig á eina óljósa minningu af mér í tjaldi með einhverju vinafólki þeirra sem kynntust í Portugal, fórum í eitthvað tjaldferðalag, that's it. Já. Og svo bara eitthvað þjóðhátíð þegar maður var tvítugur og skildi tjaldið eftir en ekkert svona í seinni tíð sko. Það nokkur hluti sem ég var stressað fyrir, það var einmitt að finna þetta svæði, klúðra því ekki fyrir annað fólk. Klósettastað, það var nummer 2, ég var mjög hræddur með eitthvað viðbjóður, en ég ætla nú bara að fá að hrósa tjaldsvæðinu hér, framhúsgarandi aðstæð. Já, mjög flott, samanlagi. Nema það var búið að kúka svolítið mikið í klósettin þegar við fórum með börnin, það eru ferðamenn sem hafa vaknað snemma. Og voru ekkert að stutta það niður, eða? Nei, það er svolítið fyndið að það er mynd inn á klósettinu, þú maður sjá það? Nei. Það sem hefur verið að segja hvernig þú átt að sitja á klósettinu, að það eru sumir sem koma frá alltaf þessi ekki Asíu, löndunum, sem að sita svona upp á þeim, skilurðu. Já, og hitt ekki. Já. Er það kannski Asíulönd eða múslimar eða eitthvað sem sita svona upp svona ef einhver er að horfa skilur. Já, er þetta ekki hindúar eða? Ég man það ekki. Það er alltaf einhver sem kúkar með að krjúpa. Sem sniðugt af því að það fer betur örugglega með þig sko. Já, er þetta ekki líka eitthvað hreinlæti? Þú vilt ekki setja rassinn á einhverja setu og... Jú, örugglega. Og skeina jú, og náttúrulega Tyrkirnir líka, þeir eru með svolítið svona hólu. Allavega, það var alltaf svona mynd til útskýringar og alltaf fyndin og Elmar var eitthvað að horfa, hvað er þetta? Þú veist, okkur má ekki kúka svona. Hvernig skal kúka? Já. Já, ég veit það. En það er bara, fólk kúkar á mismunandi hátt. Ég meina eins og í Asíu til dæmis, þegar maður var þar. Já. Það var alltaf svona klósett sem byrjaði svona að sprauta upp í rassinu. Já, já. Og ég myndi segja að það verið þrifalegt. Ég prófaði það aldrei. Ég var samt alveg í 10 daga eða eitthvað í Japan. Já, manni bregður svo við þetta. Ég hefur prófað þetta? Já, já. Að fá svona þetta er víðast hvar, þetta var líka í Afríku. En þá hugsaði ég, ok, eins og það varst í Afríku, þá kemur bunan, en er þetta ekki svona dempan svona aðeins eftir á, en lætur við bara vatnið og svo bara buksundur en svo notaði klósettpappír til að þurrka. Bara svona þurrka aðeins, létt. Já, vel, skilur, ég treysti ekkert eitthvað vatninu af því ég er ekki vanur því. En pointið með þessum klósettum er að þú átt bara að þurfa að skóla á þér rassinn og svo bara búið, er það ekki? Jú. Já. Og það er sama með, hvað kallast þetta, duvet, skálarnar sem Spánverjarnir og Ítalinn nota. En það er ekki inn í klósettinu, þú þarfst að færa þeim stað. Við erum búin að kúka, það er svo yfir á duvetið, sko, eða hvað þetta heitir. Já. En, sko, þetta ég man alltaf eftir að því maður nú komin af flugfjölskyldu. Það var mikið talað þegar frændfólk mitt og vinafólk fór í svona verkefni erlendis, það sem að voru að hvað hét þetta nú aftur? Það sem var að ferja múslima til Mekka. Já, mitt. Það var svona leiguflug. Og það var allt í skítavesinni. Það kunni enginn að kúka í þetta klósett sem var í flugvélunni. Það er ótrúlega að fyndið. Það sátt allir einhvern veginn svona upp á og einhvern veginn svo bara hristingur og allt gerist og kúku út allt sko. Jesús. Það mikið talað þetta hefði verið svolítið verkefni að fara í þessa ferðir. Já. Spennandi samt. Já, áhugavert sko. Fólk að biðja á leiðinni. Og drífa sig að kúka. Já, þetta er svona skemmtileg menning sko. Já, hún til dæmis spurði okkur elsku konan hjá Víkuverk hvort að við hefðum viljað ferða klósett með okkur í ferðina. Það væru bara með eitt inn í fortjaldi bara svona. Já, nei sko. Það er advanced sko. Ég skilði það ekki með klósett aðstöðu en við erum bara með geggjað aðstöðu þá bara. En þetta er orðið svo fyndið sko. Íslendingur er náttúrulega svo mikil hjarðhegðun í Íslendingum. Ég finn það alveg í sjálfum mér sko. Ég þarf alltaf svona betur bæta aðstöðuna, skilur við, keypti eftir seinasta ferðalag, Primus, kælubox. Nú er ég farin að hugsa að köpa mér ferða helluborð. Svo hugsaði ég, það væri næs að vera með rafstöð. Þá getur maður tengt allt í rafstöðina. Til dæmis bara kæluboxin gengur fyrir rafmagni, maður getur tengt í það bara rafmags helluborð, maður getur hlaðið símana, maður er komin heldur nálægt í bara að vera komin bara í eitthvað hús. Já, í bara hjólhýsi. Já. Sem er næsta skref fyrir okkur. Já, við tökum það næsta sumar ef við masterum þetta. Þá level up. Ég held það og ég held að ég talaði að mér þetta er erfitt að finna svæði, mér þetta er erfitt að ég var stressað með klósettin
Þriðja stressið með einmitt kælingu á mat. Já, það Og gengir vel hingað til. Já, þú keyptir þér eitthvað svona notabox sem stendur að það geti verið kalt í 5 daga. Ég ætla að segja þvæla. Já, Þetta kubbarnir geta ekkert verið svolítið með þeir í því, sko. Frostnir svona lengi. Nei, ég er með þeir í því, sko. 5 dagar og mikið, en En hvað gerist ef maður er með samt? Hvað jógúrtið heitt í þessu? Er það ekki allt í lagi, skilur? Jú, 5 dagar, fínt maður, 3. Alla svona ferðið sem við erum í núna, maður ætlum að vera í 3 daga. Nei, en er þetta ekki samt svolítið íslenskt að þú skæra að fara? Við þurfum alltaf að eiga nýjastu græðunar upp okkur, kaupa nýjasta, level up. Jú, við þurfum alltaf að eiga flottast og best. Já. Og ég finn alveg, sko, maður er ruglaður, þetta er fyrsta útilegan. Já. En ég finn svona horfi kringum mig. Hvað eru þau með sem ég er ekki með? Já. Skilurðu? Þetta er Íslendingur og nýmanni. Já, og þú veist, hann var með hamar, við erum ekki með hamar. Nei, það kom á tútulistan. Og þau hinum megin eru með svona mjög advanced svona borðaskipulag. En ég meina, þetta er bara fólk sem gerir þetta endalaust, sko. Já, ég veit að maður lærir, sko. En ég held til dæmis að þegar eins og mamma mín var alveg upp í svona ferðalögum sem krakki, það var bara til eitthvað 1 tjald og bara og af stað, það var ekkert alltaf verið að uppfara allt, sko. Nei, en sko, sjáu þau, svo eru túristar, eða því þið ekki að horfa það sem við sjáum, það eru túristar sem að lappa alltaf að skoða fossinn, það er eina sem er fyrir taugarnar á mér hérna. Já, þú þolur því. Ég vildi ekki hafa túristar, sko. Nei. En maður getur svo sem ekkert farið fram á það í útilegu. Nei, það væri gaman að prófa í sumar einhvern tímann, að tjalda bara svona, þú veist, á svona, út í raskati bara. Já. Þú veist, það er engin kamrar, það er reynda smá vesinn. Já, en ég meina, þú veist, sko, maður hefur þú hefur kúka úti. Já, við erum með 3 börn á mann. Já, þau eru svo fljóta að kúka, það byrjar að kúka og pissa og svo búið. Það láta bara Elmar kúka úti. Skeinunum bara með einhverju grassi. Nei, þú ert með klósettpapír. Svo tryður honum bara í jörðina og ég veit maður á ekki að gera það. Já, eða setur hann bara í ruslapóka og hendur honum í eitthvað rusl, sko. En svo gallinn við þetta planið þegar þú mátt ekki tjálta hvað sem er, sko. Nei, maður bara tala við einhvern sem á eitthvað blí og eitthvað fyrir þangað og diggi og er eitthvað, hæ, maður tjálta hérna? Já, maður tjálta hérna. Þetta eru þetta góðir ópalringir. Þetta eru nýjir hlaupringir með berjabræði. Ég veit það, ég var að segja það. Ógeðslega gott. Já, mjög gott, sko. Þetta er gott svona útilegu dót, sko. Maður finnur líka að sumir eru íhaldsamir en það. Eru með eldgömmul tjöld sem er ekki einu sinni, sko, það er ekki myrkur inn í. Nei. Er það stælar eða? Ég held að sumir séu bara nægjursamir, sko. Já. Þurfu ekkert eitthvað meira, sko. En það er gaman að sanga svona dóta að sér. Ég meina, hversu næs er að vera bara með þetta ferðagrill, til dæmis. Ekkert eðlilega næs. Nei, það breytir leiknum. Já, það er bara fáránlegt, sko. Og eins og ég sagði á hann að prófa hann gashittara. Ég gerði það inn í fortjaldinu í gær þegar ég var á leik Argentínu Cabo Verde. Það sem Mark Mótsins kom á. Já. Þetta var rosalegt. Þú náttúrulega mistir þessu, þú varst að sofa. Hamraðan upp í skeiðil. En ég er alltaf með víbring, sko, þegar það kemur mörg á símanu, þannig að ég vaknaði við, sko. Já, og svo hljópa hann upp í stúku. Þú var og dómarinn var bara drullarinn á völlinu, maður. Þetta er komið gott inna. Fyndi að hlusta að tala um fótbolta allt í einu. Mér staðislegt. En já, erum við ekki svona við höfum ekki að ná að horfa á HM hér, ekki nema svona sent á kvöldin. Já, ég gerði það ekki hér, svo beið ég eftir ekki að taka podcast. Nei, minn maður sofnaður, alveg rótaður. Álagsdagur fannar, keyra allaleg hingað, setja upp tjald. Já, það er bara svona, bara vinnan. Nei, ég var sko líka að svæfa börnin, þau vildi ekki að ég færi fram, og það var svo lengi að sofna að ég bara fuck it, ég sofna bara líka, það er bara ferskur á morgun. Já, en við þurfum að taka upp eitt líka podcast í útilegu kvöld. Já, Þegar þú búin að fá þér meir en 1 túlið, komin á svona númer 8 og það er smá gýrið þér. Þá er ég komin djúpt í munkana. Já, þú er bara að kynna munkana. Þá get ég farið í munkamálin. Já. En svo ætlum við ætlum ekki bara að vera hér í allan dag, við ætlum að fara eitthvað í sund og eitthvað, busta og labba og skoða og eitthvað svona. Já, bara kynnast þessu, sko. Ég var líka mjög meðvirkur, nú er ég alltaf að tala um hluti sem ég var hræddur við, að börnin myndu vakna snemma og vekja annað fólk á tjaldsvæðinu. Já, það er ekki pælið. En svo sagði Vala þín mér að þú mátt vera með ekki læti, klukkan 7. Tjaldsvæði vakna klukkan 7 og það var að sofa klukkan 10. Þannig að klukkan 7 gæti ég bara komið með hátalara hérna og byrjað að spila tónlist. Já, basically.
En það væri pínu dónarætt. Já, svo náttúrulega höfum við ekki lent í því, eða lent í þetta fyrsta útilegun okkar, að vera á svona tjaldsvæði sem er bara major jam og maður er að svega krakkana. Nei, það var ekki tilfelli hér. Nei, þetta var þegar maður var yngri, maður fór okkur tjaldsvæði alltaf einhver svona gaur með gítar og maður var að rétta einhver gítarbók og svo ætti maður að syngja eitthvað, djöfull hata ég það maður. Það syngja? Nei, ég bara svona gítarstemming í útilegu, ég fæ bara svona, Já, þú veist kveikjumeld eða eitthvað svona hlusta á Zeppelin og við ferðast aftur í tíman. Það sem alltaf sami gaurinn sem er á gítarnum og er ánægð með sig Já, mjög ánægð með sig að spila á gítarinn og kann ekki að stoppa, maður er kannski búið með svona 10 lög og það bara eitthvað poplagi getur við syngjum og ég bara svona, hérna er að hætta þessu. En er það ekki betur að þetta sé einhver gaur sem er bara ekki að syngja, heldur að bara strömm eitthvað, bara rólegt, þægilegt, bara vegbúinn og bara svona, þetta er bara tónlist. Stemming bara svona fyrir tjaldsvæðið. Já, það er kannski. Það er gott koncept, ég maður ekki séð það. En þú kannt samt smá á gítar, varst þú aldrei eitthvað svona, langa að vera svona að læra betur á gítar og... Jú, ég oft hugsaði það sko, svo bara hefur ekki áhugin verið til staðar sko. Ég lærði á gítar bara því ég var svona 12-13 ára eða eitthvað. Ég get alveg að spila á gítar. Og væri flottur svona trúbbi á tjaldsvæði. Já, manstu, þeir fannst við töðunar á mér. Nú blæs hérna það blæs á tjaldið með súlunum og það er við það að detta. En ég er svolítið ekki að bjarga þessu tjald. Víkuverk tjaldið, það er... Stendur þetta af sér eins og musteri. Það er ekkert ves. Nei, þetta er rosalegt sko. Já, en ég er líka spenntur að vita að þetta var fyrsta nóttin sko. Hvernig verður nótt númer 2? Verður nú ekki alltaf betri en nóttin með 1? Veit það ekki. Kannski ekki. Ég var stressaður eftir náttúrulega með minnsta barnið, að það væri eitthvað, að því að það var svo, við erum náttúrulega, ég og Heiða erum mjög svona reglusum varðandi svefnrútínu eins og þú veist, og hún sofnar bara í algjöru blackouti og bara engin læti sko. Hún er svo þú? Já, og hún fer með sér fósturstellingu. Já, ertu bara aðlað upp í henni? Og við erum með svona bangsa sem er svona náttúruhljóð. Hvað voru þetta umstangur í kringum barnið? Ég vil bara ná hámarka lífsgæðin okkar að þú veist, að það sé ekki truflun frá henni. Bara, hún er sofandi, við skulum ekki láta hann vakna. Já, þetta er ómikið umstang. Það er svart og bangsi og Já, ég veit það. En nú sé ég það í tjaldútileginu, það skipti engu máli þó að það hafi verið smá bjart. Það er vissulega dökkt þarna inni, en hún svaf bara. Já, ég veit það. Sumir segja það. Sumir segja með þess að besti svefnin sé bara í útilegu, í tjaldi, bara finna ferska loftið og Já, með fossinn og fuglana. Málið er að fossinn fannst mér, að því að þú talaðir að fuglahljóðin, að það sé gaman fyrir mig og Elmar að hlusta á þau. Fossinn tók svolítið yfir, fannst mér, fuglahljóðin. Já, það fyrir Ég heyrði ekki mikið af fuglahljóðin. Þú vilja fá En við sáum... Ég minna fuglum á Suðurlandi. Hefur sjáðu kindurnar hann það? Við klettunum? Nei. Þetta er rosalegt. Talandi þetta, við ætlum að setja á Instagram. Hvað er að gera? Instagramin okkar, beggja, og mögulega hlaðfrétta Instagramið, þá ætlum við að setja smá myndir og vídeo af tjöldunum og ég ætla að sýna ykkur vídeo af því þegar Fannar var að reyna að gera pönnukökur á grilli. Já, það virkaði ekki. Eins mikið þó þetta grill er gott, þá þarf pönnuköku, sko, pannan meiri hita á sig, eða ekki? Jú, ég veit ekki alveg hver mekanismin er sko. Ég held að því að hitin er svo stór flötur, skilur þú þurfir að fá bara akkurat undir pönnuna, helst einhvern svona prímus eða gashelluborð til þess að ná þessu. Herru, ég vissi ekki að kindur gerði þetta. Það eru bara komnar eitthvað lengst upp eftir. Það eru alveg ruglaðar sko. Þetta er einhver svona fjallageitur. Hvaðan koma þær? Það er að segja að spá í. Það eru svo klikkað kindur að því að sko... Þetta er eitthvað svona gljúfur hérna á Suðurlandi og það eru komnar hérna upp í gljúfrið bara eins og að segja að fara, kannski er það að fara fyrirfara sér. Það er vita að það er sláturtíð í haust og það er bara klárum þetta bara. Þetta eru líka megnu til lömb. Fremja dýr sjálfsvík, veistu það? Hefur eitthvað dýr bara svona að ég er svo leiður þetta að drepa mig? Nei, það held ég ekki. Er ekki dýr í dýraríkinu sem gerir það? Þannig að það er enga líkur á þessa kindur sem að fara upp til þess að drepa sig allar saman. Nei, en mér stundum hugsa með fuglana þegar þú ert að keyra og þú keyrir á fugl. Já. Ég hugsa, kannski vildi hann deyja, skilurðu. Þessi skógarþröstur var komið nóg. Já,
nóg af lífinu, bara strögglinu, alltaf þurfa að finna eitthvað að borða og setja upp hreiður og svo kemur hann hreiðrinu og það er farið og hann eitthvað djöfullin maður, já, hvað er næst í bíl? Já, ég held að það sé ekkert vitlausspæling, sko, en með kindurnar, ég held að það sé nú aðeins svona gáfaðari, sko. Þetta er samt það hátt uppi að þær eru að fara að drepa sig alla saman, sko. Nei, þú veist hvernig þessi dýr eru, geitur og kindur, það eru með rosalega, sko. Það er heimskar. Já, nú langar mig að segja nafnið á fótónu þeirra, en ég er búinn að gleyma því hvað það er. Klaufar. Er það með klaufar? Já. Kindur? Kindur eru með klaufar. Og kýr? Hófa. Nei, kýr er með klauf. Já, hestar eru með hófa. Það er með þófa. Nei, ég man þetta ekki. Whatever. Þessar eru alltaf að fara að drepa sig. Ég sé það á þeim. Já, við setjum þetta örugglega á Instagram, kindur í sjálfsvígs hugleiðingum. Svo sér einhver þetta sem er vanur kindum og það eru og þetta er kannski bara eitthvað mjög eðlilegt. Ég hefur ekki séð í David Attenborough myndunum það sem að svona fjallagetur eru ekki þær eru sko á lóðréttum klett. Já, ná eitthvað salt. Sleikja salt, já. Hvaða hegðun er það? Hvaða hegðun er það í þessum kindum að vera þarna? Okkur er ekki bara hér? Fullt af grasi hérna? Það er sama þegar þau eru hjá þjóðveginn. Heimskar. Þær eru að borða grasi á þjóðvegi. Ég hef heyrt að tengist eitthvað hita, það er hiti í malbygginu að leita. Já, er tjaldurinn þá líka að hugsa þannig? Fuglinn tjaldur. Þess að leita dýr að malbygginu, að því malbyggi hitnar. Þetta veit maður. En ætlaði að sé, ef þú mútið fara með hitamæli. Það er ekki, já. Bara hliðin á malbyggi og svo 2 metrum frá malbyggi, heldur þessi bara gríðarlegur hitamunur. Póti, annars væri það ekki að þessu. Já, þetta er samt svo skrítið, sko. Þetta er svo stór hættulegt. En þessar kindur eru sko í skugga lengst upp í fjalli, alltaf svona alveg að fara þetta. Þetta er skrítin hefðin, það er bara sól þarna hinum en liðin að þeim. Ég ætla að hérna taka kameruna, að þið erum búin að tala svo óbúslega mikið þetta, ég ætla að sýna. Já, sýndu þetta. Hlustendum. The Suicidal Sheep. Þetta er. Það eru þarna. Kannski er þetta ekkert skrítið. Já. Þetta er samt sóldir. Það eru hana nokkra sem eru tæpar. Já, það er samt bara sól hana bara rétt liðin á þeim. Já, já. Ævintýri gerast maður. Ég veit ekki. Þið sem eru að hlusta á og eru vön kindum og kindahegðun getið kannski frætt okkur meira þetta. En ég hef alltaf sagt að ég held ég að minnst að tala þessu podcasti áður, Benni. Já. Og ég veit að þú ert eiginlega sammála mér, en samt ekki. Það væri náttúrulega erfitt eigandi þessu börn og svona. En það væri alveg smá stemming, heyrðu í mér? Já. Það væri alveg smá stemming ef það væri eitthvað dýr hérna á Suðurlandi sem að þyrfti svona að varast. Að það væri eitthvað svona, maður þyrfti að vera með eitthvað spray með sér, þú er með haglabyssunni í tjaldi. Já. Og það væri eitthvað svona eins og þegar ég var að keyra í Kaliforníu með völu á eignuðins börn. Að það var svona mynda svona björnum. Já. Hvað er þetta? Björn? Já, þetta er birnir. Já, birnir. Og sum svæðið það máttur ekki bara fara inn á það var svo mikið af björnum þar. Þú veist, það væri einhver svona úlfur eða eitthvað. Já. Það maður sæja núna, hann var svona að veiða kindurnar. Ég hugsaði þetta í gær þegar það er einhver kría, stök kría, sem er alltaf að veiða sér eitthvað hérna í ánni. Kemur hún, sýndu hana líka. Kríuna? Nei, kona hana. Það er sín þessa konu? Já, hún er flott. Já. 2 stafi. Sjá hana. Hún er rosaleg. Hún er summa. Já, nei, summa. Já, summaði. Bránaði með hana. Já. Hún fór alla leið að fossinum og svo tilbaka. Væri ekki nóg að vera með 1 staf? Já, þú kennst það. Það er eins og skíðin, þú verður að hafa 2. Já, þú kennst hraðar yfir 2. Bam, 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 minna ála á hnén. Ég ætla að tala um kríuna. Sýndu þessa líka? Nei, ég nenni ekki að vera að sína þetta allt. Nú, svo gaman að það sína. Krían. Já. Hún var að dempa sig niður og veiða eitthvað í vatninu. Ég bara vissi ekki að vera síli í þessum læk, þessari ásegi. Þá kom svona instant í mér, það væri gaman að krían væri bara gríðarlega manníg. Já, bara hún myndi bara stinga sinni og bara festast í hausnum að þér. Já, þannig að ef þú sæði kríu, þá væri bara haglabyssan. Heyrðu, Benni, skjóta hana. Já, eða bara allir inn í tjald og svo væri bara að dífa sér og myndi ná kannski, ná eistinni, hann bara först í hausnum á hann og eistin dettur niður og hann bara rífa kríun úr. Já, af því að það er eitthvað eins og börnin hérna, þeir voru að leika sér strákarna sem það ánni og þeir komið tilbaka því að krían var að ráðast á okkur sem hún var ekki að gera. Nei. Af því að ég veit að fyrir víst að hún er bara að venda ungana, en það er ekki ungarna, hún var bara að dífa sér. Já, ég skil ekki. Ná sér mat. En hvaða dýr á Íslandi sem í villtri náttúru er svona hættulegt, ekki fara nálægt
að ég meina, þú veist, ef þú segir ref, gerir hann eitthvað? Er hann ekki bara hleypur hann ekki bara í burtu? Hann hræddur. Minkurinn, hann er ekkert að fara að gera neitt við hann. Nei, það er ekkert. Nei. Já, sko, ef þú myndir mæta hreindýrstarfi. Hefur hitt á, þeir eru pínu litlir, sko. Já, en þeir geta verið reiðir. Hvolpar, sko. Þeir geta verið reiðir. Ef hann myndir hlaupa móti þeir, ég held að þú getur bara að sparka þeir. Hvað? Þessi mynda er alltaf þetta. Já, það er bara hluta þessu. Við erum í útilegu, þetta er lifandi miðill, lifandi podcast. Klára þetta kókaböss. Mér finnst það líka gott eða blökt, sko, kókabössið. Já. Það er bara hannig. Það er að versta með son minn, hann fílar ekki mjólk, þannig að hann er bara alltaf dræ kókaböss. Já, ég veit það. Þannig að ég er að láta hann til þess að hann fá einhverja næringu, sko, með kókabössinu, þá veist mér mikilvægt að hann fái súrmjólk og kókaböss. Ég gera það mikið sem barn, sko. Hérna, já, önnur dýr í náttúrunni sem væru, það er ekkert, sko. Hákarlinn með þess að kringum Íslandi er algjör tussa, sko. Hann er bara svífur eitthvað og étur einhverja þörunga. Hann er hræðilegur í útliti. Já, ég veit að það er ekki einu sinni hættur dýr í sjónum, sko. Nei. Kannski er það kostur, sko. Hvað veist þér hvalveiðarnar? Hann var að leika sér á tippinu hann, samstæða? Sko, ég hef alveg smá skoðunar á þessu. Það er náttúrulega ekki gott eða, þú veist, maður á að byrja virðingu fyrir dýrum sem maður drepur. Það er hárrétt. Maður á ekki að drepa eitthvað dýr og vera svo bara að kasta því fram og tilbaka. Nei. En, þú veist, það myndast stemming í svona hóp sem er í einhverju svona dun. Þú veist, hvalurinn er komin, þeir voru ekki að spila þjóðsönginn og eitthvað. Jú. Þannig ég gæti alveg séð mig fyrir mér fyrir 20 árum í stemmingu, 17 ára, vinn í hvalnum, að gera þetta. Já. Það verður eitthvað leika mér með tefið, skilur. Þannig að já, auðvitað. Það fyrir algjör þetta fyrir líka svolítið eftir aldrinum á stráknum, sko. Ef hann tvítugur, fyrirgefa honum. Ef hann fertugur, þá bara gaur, ekki gera þetta. Já, hvenær á hvaða aldri ættu við að cancela honum? Ekki núna. Við eigum aldrei að cancela honum fyrir þetta er ekki það alveg, sko. Nei. En ég er svona veltaði fyrir mig, sko, að því að, veist, látið hann vera, hann er bara drengur á hvalstöð, já, sko. Það er bara svona stemming, eins og þú veist, þegar við vorum að sjó og svona, myndast ákveðin stemming milli manna þegar í svona vinnu. Og við sjá, ég veit það ekki, en maður svona til 27 kannski, mönnum meira fyrirgefið, skilur? Já. Það var mjög skrítið, þetta eru 60 kall sem við tekið titlingin á hvalnum og verið eitthvað Það myndi bara aldrei gera það, sko. Nei, ef 60 maður hefði gert það. En er þetta ekki samt svona... Ef Kristján hefði gert það, ef Kristján hefði verið bara í hvalnum og tekið titlingin og verið að sveiflunum. Það er allt vittlust. Þá hefði allt verið bara það hefði verið samt sjúklega fyndið. Einhver blaðamaður að taka mynd af hvalnum sem komin og Kristján bara með titlingin á honum úti. Það er svo rosalega skilabóð. En takk eftir líka bara þeir eru að gera skepnunni hana, þeir eru allir með hárnet. Já, má ekki fara í þetta. Nú, en það er bara úti. Það er bara frjókorn og flugur og bara allt. Já, er þetta ekki bara eitthvað svona protokoll? Þetta er bara fyndið protokoll. Einhver Japani fengi hár í hvalinn sinn og kvartað og... Hár úr Kristjáni í hvalinn sinn. En ég man ekki, sko, ég sá einhvers staðar, sko, kjötið af einum hval er jafn mikið og bara eitthvað 10.000 rollur eða eitthvað. Getur ekki verið svo mikið. 1500. Einn hvalur á móti 1500 rollum, skilur við. Það er alltaf að tala um líf fyrir líf, skilur við, út frá svona líf sjónaviðinu, skilur við. Jú, það er enda alveg punktur. Þá þarf þetta að slátra bara heilum versló af kindum á móti einu lífi. Einu lífi, já. Og eins og ég heyri þetta, nú ég hef ekkert sett mig mikið inn í þetta, af því þú fórst að tala um þetta, og ég las eitthvað daginn eitthvað. Hann er ekkert að deyja út, sko. Nei. Þeir eru ekkert að útrýma hvalnum, sko. Þeir eru bara að veiða hann. En það er líka margir sem segja að hvort það væri ekki hægt að taka upp betri aðferð, af því að hann er 30 mínútur í dauðastríði. Ég er sammála því. Ég vil hann deyja strax. Sprengja hann bara eða eitthvað? Nei, öll dýr eiga bara að deyja strax ef þú ætlar að skjóta það annað borð, sko. Já, þá þyrfti sko að skjóta hann, bang, svo þyrfti einhver að hoppa út í og fara eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, en sko, ég skil alveg að það sé erfitt að drepa hann, þetta er risastórt dýr og þú ert að hitta hann í eitthvað hjartastað með einhverju, þú veist. Já, en svo ótrúlegt að það sé ekki árið 2026 komin einhver betri tækni til, nú ég bara kasta þessu upp, til að drepa hvali. Bara eitthvað tætari bara. Þetta er bara sama aðferð og að notuð bara þegar við byrjum við það hvali líka við, sko.
Já, svona skutull. Já, svona pjú. Rosalega að vera gægin á skutlinum. Sjá hvalinn og... Heldur þessi kick? Já, held ég ekki. ekki. Sko, ég myndi ekki vilja það. Ég þóru valla að skjóta rjúpu, sko. Já, þú veist, ég hef ekki skotið rjúpu, en ég veit ekki hvernig það er, en ég ímynda mér að ég myndi ekki þóra því. Nei. Hvað þá skjóta ykkur hval og hitt hann ekki nema í sporðinu eitthvað, sorry maður, og hann eitthvað, Já, svo viltu ekki náttúrulega skjóta og hitta ekki, þannig að hann er allir í einhverjum götum og er bara ónýtur. En er ekki leið þegar þeir skjóta hvalinn, eins og þú ert að segja, ef þetta er eitthvað 30 mínútur þá dauðastrís, að skjóta hann svo bara með einhverju byssu eða eitthvað. Bam, hann er dán. Jú, einmitt. Eitthvað, leifa. En að vera með svona fleiri skuttla, skilurðu, í einu. Einn í hjarta, einn í heilan. Ég hef bara kemur þyrla á landhelgisgæslunni, bara sem svona hofverar yfir honum og bara tætir hann, bara... En þá ertu búin að skemma, sko, dýrið. Nei, bara til að borða það, sko. Dritar í hausinn á honum, bara á fullu, bara... Já. Þú notar ekkert hausinn. En þetta var sko, talaðu hvalveiðar, þetta var sko stærsti iðnaður heimsins, hérna bara, hvað var það? 1800 eitthvað. Já, til næstu 1900 og svo tekur bara bíllinn og okkar við. Það var ekki út af kjötinu, það var út af olíunni. Já, Lýsinu. Ógeðslega merkilegt. Já. Og á þeim tíma þá veitur það mikið af hvölum að þeir eru ekki útdauðir en það er minna af þeim. Það var bara ógeð mikið af hval. Já, einmitt. Það er svo nett, ef þeir eru ekki gert það var bara hvalir allstar, sjá hval út í náttúrunni. Það er rosalegt. Það finnst mér merkilegt og magnað maður. Þetta er svo stórt flikki, sko. Alveg. En þú myndir alveg, þó hann ger ekki mein, þá myndir þú vera hræddur eða þú verður að synda hana. Já, þegar ég syndi sem mest í sjósundi í gamla daga, þá var einhver búinn að segja við mig hérna því ég syndi yfir Eskifjörð eitthvað, það var hvalur í firðinum í gær og ég, oh my god, það er ekki með hvalur en það. Já. Ég átti að deyja, ég bara stífn upp á deyja úr hræðslu, þó hann ger ekkert við mig. Nei, kannski hávirninga sem er vesen. Nei, það er vist þannig að það er ekki ennþá hérna búið að finna hérna dauða, eða það hefur engin hávirningu drepið mannesku in the wild. Já, ok. Það er ekki til recorded death. Ég bara með hvernig þeir fara með selina, þá hugsaði ég vil ekki lenda í hávirning. Já, en þeir vist gera ekkert við þið, sko. Að því að sjá bara að þetta er manneskja Já. og við drepum ekki mannesku. Já, þannig að þú átt ekki að hafa ágjörð því, sko. Þeir hafa drepið fólk í svona captive dæmi, sko, eins og hann að dró hana niður. Blackfish, hérna það ekki, heimildamyndin hávirningin sem trilltist, en hann var alltaf bara veikur og geði greið, búin að vera einhver, það finnst mér vond meðferð á dýrum. Já, það er ræðilegt. Tróða hvalinn einhver búr og síðan að hoppa í hringi og vera eitthvað, hei. Ég er nú alveg segur það að hann farið á svona sýningar með krakkana og sjáu þig krakkana, hvað er gaman, hei. Já, maður veit einhvern veginn. Ég veit það ekki. Já, þetta er bara spurning um activity fyrir börnin. Maður svona kynkir þessu. En Kristján hvalinn þinn maður, eða? Ég er búinn að þekkja hann frá því, þekkja hann ekki neitt. Jó, varst ekki svolítið heima á hann sem barn, eða? Jú, hann dóttir hans var með mér í bekk í Veslu, hún bauð stundum í svona einhver nemapartí og svona, þannig að ég hitt hann oft bara heima hjá hann. Það var dóttir hans og sonur, yndislegt fólk. Þetta er allt yndislegt fólk og gestrissi fólk. En þú hittir Kristján? Já. Heilsar honum? Hvernig talar Kristján aftur? Hann er svolítið svona. Já, það er skemmtilega rödd. Já, ég myndi gera það. Ég átti líka mailsamskipti við hann. Já. Fyrir áramótasköpið. Já, ætlum að fá lánað hval eitthvað. Við ætlum að fá hvalstöðuna lánaða og hann var alveg meira en til í það en hún var bara eitthvað lokuð og það sagði vont veður og eitthvað blabla sem meikar allt sens. Ég ber á hvalveiðar. Akkur vorum við það í sköpinu? Hvað var það í gangi? Það er bara alltaf umræðum hvalveiðar og Svandi Svavas minni mig var búin að banna þetta eitthvað en svo leiði hún aftur og eitthvað svona kjaftaði en svo var Bjarni Ben í smástund matvælaráðherra bara eitthvað svona að leysa hann af við eitthvað og þá leiði hann þetta Bjarni en ég meina Kristján hvalnum má þetta sjá þessa íslenski hundum, það má ekki vera með lausa hunda en það sko. Ég held að ef ég fengi mér hund að ég myndi fá mér íslenskan fjárhund? Já, er of mikil vinna það? Ég er búin að þekkja nokkra sumir alveg fínir en oft á tíðum eru þeir sko trilltir það er næsingur í þeim og gelta svolítið mikið en það er kannski bara uppeldi ef einhver á íslenska fjárhund sem er góður þá tekið tilbaka okkur tekur tilbaka, það er fullt af fólki sem á íslenska fjárhund takk það bara strax tilbaka bara þessi kona hann á þennan hund það er bara að bytta hann afsökunar stattu bara með þessu, þú hatar þessu hunda nei jú,
Það er alltaf lægi, ég hata sömu hunda litla púðluhunda, ógíslegir. Íslenski fjárhundurinn svona, en þú veist, ég hugsa þetta bara þegar maður að keyra einhverjum bóndabæ og koma alltaf törriltir og maður heldur þessi að fara að býta mann. Það er einhver bóndahundur. Ef ég myndi alveg upp íslenskan fjárhund, hann væri bara dúlla, drekkandi túli og ég myndi nammi og slagur, sko. Hann myndi aldrei býta neitt, sko. En svo þetta allt spurning genin líka, sko. Þetta ekki allt uppeldi á hundum. Nei. Þetta bara eins og dýr, þeir eru mismunandi. Mismunandi persónuleiki. Heldur að hvalurinn sem er mismunandi persónuleika? 100%. Og heldur að þeir viti af þessu og það er eitthvað djöfull hann náði mér. Anskotin, hálftíma eftir, hvenær drefst ég? Hann er döður. Já, ég held það. Ég held þeir viti af hættunni. Kristján með titlingina þar úti, sveiflandunum, framan í vindalni og vísi. Allir eitthvað, þetta er ógeðslegt, burt með þetta allt, fjandans drull. Hefur smakkað hval eða? Sko, bara steypireið, nei, en hrefnukjöt, já. Eru þeir að veiða steypireið á hvalum eða? Já. Nei, jú. Þetta er alltaf sami hvalur, þetta er langreiða. Þeir eru ekki að skjóta steypireið, þetta brjálaður. Nei, þeir eru ekki að skjóta, þetta er langreið, já. Þeir myndi aldrei skjóta steypireið. Hann er bara, þeir gæti ekki dreigið hann borð, sko. Þeir taka hann ekki upp í skipið, sko. Nei, þeir gæti ekki siglt með hann er bara hvolfa bátnum. Það þyrfti bara landheimilsgæslan þyrfti að draga hann í landið eða eitthvað. Ég held að steypirið eru sko bara tungan úr honum með 5 tonni eða eitthvað. Þetta er bara stærsta dýr allra tíma. Er ekki steypirið hérna stærri en risaeðlur? Á hvalasafninu? Er ekki hvalasafnið með steypirið? Jú. Já, það er ekki það. Jú. Þetta er stærsta dýr allra tíma. Stærri en allar risaeðlunar en allt. Bara steypirið en punktur. Stærsta dýr. En heldur að hvalur 5 gæti ekki dregið? Nei. Skip er mjög sterk. Ok, rétt. Já. Ok, jú, kannski. Þeir þola rosalegt. Ok, kannski. En ég held þessu ekki að skjóta steypirið. Nei, þetta er langreið, sko. Já. En steypireyður er ekkert mikið hérna nálægt landi, held ég. Ég man ekki til þess að hafa séðan. Eða séðan, okkur til að sjá hann. Nei, ég hef aldrei orðið vitni að steypireyður. Hann er kominn. Er hann ekki hérna, er ekki steypireyður svona farandstýr? Hann fer svona eitthvað til Ameríku og kemur tilbaka og það er kallt hérna, fyrir aftur hingað. Jú. Það er eitt sem að sér sjaldan, sko, að því að steypireyð eða reyður, ef þetta er kall væntanlega. Þetta er dýr sem deyjur elli líka. Já, það er rosalegt. Að sjá hval sem dóur elli, bara svona fljótum. En hvert fer hann? Svífur hann bara eitthvað? Já, fer hann ekki svo upp á yfirborðið og einhver mávar og einhver dýr og já, maður aldrei séð þetta, sko. Svo endar hann upp í fjöru. En þá er spurning hvort að, heldur að þeir séu? Nei, þeir eru ekki með svona sjálfseyðingakvöt. Hvalir? Nei, það þyrfti þeir að kafa og aldrei koma upp. Bara eða vera bara uppi. Nei, mega það ekki. Ég heldur megi það alveg. Þeir mega það alveg, já. Ég held með lungu, já. Já, þið geta alveg verið bara alltaf bara hvað er hann það? Hann er eitthvað næs. En það voru ekki skjaldbökur, ég menna muna hvaða dýr það var sem getur verið lengst í kafi. Ég verð með það tilbúið í næsta þætti sem á munkaumfjöllun. Ok, ég ætla að giska á að þetta munkadæmi sem þvæla, það kom ekki einhverju munkaringað og voru eitthvað að munkast. Ég held að það sé bull, en þú mátt endilega finna út í því fyrir næsta átt sem við tekinn upp í kvöld. Og ég ætla að giska á að það dýr sem getur verið lengst í kafi, fyrir utan fiska og svona, sem er alltaf í kafi. Já. Erum við ekki að fara að veðja á dýr sem, þú veist, erum við lungu það? Jú, eðlilega. Það fikk ég vel að tákn. Ok, þá ætla ég að giska á að það sé eitthvað svona sperm whale eða búrhvalur eða eitthvað. Ok, börnin farin að gráta, við þakkum fyrir okkur í dag. Fokkin grenju, skjóður börnin. Góða nótt. Þeir eru á dagun allir framöndan. Álag.